Eitt af því sem er kynnt á fyrsta degi kirkjuþings nýstárlegt verkefni sem að hjálparstarf kirkjunnar stendur á og kallast Fair Trade. Hvað geturðu sagt okkur um þetta? Fair Trade þýðir sanngjörn viðskipti og þetta í spurningum sanngjörn viðskipti milli framleiðanda og kaupanda, sérstaklega framleiðanda í þriðja heim, í fátækum löndum og sérstaklega varðandi landbúnaðarvörur, varðandi kaffi, te, kakó, hrísgrjón, ávexti, blóm, slíkar vörur sem að það hefur tíðkast á heimsmælikvarða að framleiðendur fá ekki nógu vel greitt fyrir sína vörur og eru fastir í raun í fátækt, þrátt fyrir alla sína vinnu. Og hvað það nákvæmlega sem þið eru að gera? Eru það vekja athygli á þessu eða eru þið að koma að innflutningi eða hvað? Eiginlega ýmislegt. Númer 1, 2 og 3 fyrir okkur að vekja athygli á þessu, en Fair Trade þannig að það stendur vel með neytandanum og náttúrulega sjálfsagt að kaupa vörurnar og þess vegna það eru til Fair Trade vörur á Íslandi í dag. Þær hafa ekki verið til í einhverju stóru mæli en við erum núna í samvinnu við Kaupás sem rekur Nóatún og Nóatúnsverslanirnar og Krónuna líka og þeir eru farnir að taka þessar vörur inn í sína verslanir svo að allavega þá eru allavega Fair Trade vörur orðnar aðgengilegar fyrir kaupandann. Já. Og á hverju þekkir maður þessar vörur? Maður þekkir það á Fair Trade logoinu. Ég get sýnt bæklingin okkar hérna. Já. Það allavega lítil mynd af logoinu þar. Það sem sagt merkt Fair Trade, stendur Fair Trade á því og með þessari merkingu sem alþjóðlega merkingin þá það alveg 100% garanterað að þetta Fair Trade framleidda vörur og þetta ein besta leið sem til í dag að vinna af sjálfbærri þróun. Og eins og við öll vitum þá lykillinn af allri þróun að hún sé sjálfbær. Og það eru alveg rosalega reynslusögur til að þetta að skila sér. Og það í dag í 58 löndum þar sem að Fair Trade merktar vörur eru framleiddar í 508 samvinnuhópum sem að það það bil 1 milljón bændur eða framleiðendur sem eru partur af þessum 508 hópum sem eru með þessa merkingu. Svo þetta svo sannarlega að skila sér og það óbúslega mikilvægt að við á Íslandi tökum þátt í þessu líka. Því að erlendis þá þetta langt komið á leið. Já. Getur fólk fundið meiri upplýsingar um þetta einhvers staðar? Já, á heimasíðu okkar, www.help.is. Þar hægt að hlaða niður þennan bækling líka í PDF-formati. Og við hvetjum alla að nýta sér þessa aðferð að láta gott að sér leiða. Af því að þetta ekki spurning um góðgerðar starfsemi, þetta spurning um viðskipti. Og þú ætlaði hvort að kaupa kaffi og þú ætlaði hvort að kaupa te. Að þú getur það allavega meðvitað keyptir kaffi og te sem eru framleitt á sanngjarnan hátt og þú ert allavega ekki óvitandi að misnota þær aðstæður fátækra framleiðenda. Lýdía Geirsdóttir, þakka þér fyrir. Takk.